Komið sæl, ég ætlaði að segja komið sælar en það er ekki alveg ástæða til þess, komið sæl. Ég vil fyrir hönd Rikk bjóða ykkur hjartanlega velkomin á þetta 10. rapp Vormustýrisins í fyrirlestrarröðinni Margar myndir ömmu sem hefur sprengt utan af sér alla fyrirlestrarsali á svæðinu, fyrir langt með það sýnist mér hér. En þessi fyrirlestrarröð er helguð 100 ára kosningarétti kvenna. Ég heiti Gunnþórunn Guðmundsdóttir og er prófessor í almennri bókmenntafræði og er fundarstjóri hérna í dag. Og mig langar að byrja á því að svona á klassískri áminningu farsímana, slökk og hringitónum. Það er vel þegið. Svo langar mig að vekja athygli ykkar á 2 verkefnum sem eru farin af stað í tilefni 100 ára kosningaréttar kvenna og endilega hvet ykkur til að taka þátt í þeim. Hið fyrra er verkefnið Frásagnir ömmu sem er í samstarfi Rikk, Þjóðminjasafns og Sagnfræðistofnunar og tilgangur þess er einmitt að safna saman frásögnum almennings ömmur sínar og langömmur og það er tekið við efninu á heimasíðu Þjóðminjasafnsins og þar eru svona nánari leiðbeiningar þetta og skýringar og svo er líka Facebook síða efnið, ef þið flettuð upp á Frásagnir ömmur, þá finnið þið þetta. En seinna verkefnið sem ég ætlaði að nefna það er söfnunarátak, þar sem er kallað sérstaklega eftir skjölum kvenna, að þeim sé skilað inn á söfn. Og þetta er svona þjóðarátak sem Landsbókasafn Íslands, Háskólabókasafn, Þjóðskjalasafn Íslands og Héraðsskjalasöfn land allt standa sameiginlega að. Og ég vil endilega hvetja ykkur til að kynna ykkur þessi verkefni og kynna alla vini ykkar fyrir þessum verkefnum og dreifa þessu sem víðast. En í dag þá ætlar Sigrún Alba Sigurðardóttir sem er lektor í menningarfræði við Listaháskólann og er doktorsnámi við Háskóla Íslands. Hún ætlar að flytja fyrirlesturinn Tilkall til fortíðar, saga fyrir konu sem ekki átti sögu. Gjörðu svo. Já, takk hérlega fyrir. Seyðisfjörður, 16. ágúst 1930. Þau gengu hönd í hönd austur Ránagötuna og út úr bænum. Þetta var fallegt kvöld, hauströkkrið skapaði milda birtu og færði værð yfir fjörðinn. Ertu viss þú viljir ekki koma suður með mér á morgun, spurði hann. Já, þetta er síðasta tækifæri til að skipta skoðun. Við vorum búin að tala þetta, en ég á eftir að sakna þín. Þau þögðu dágóða stund, hlustuðu á fótatak hvors annars, horfði yfir fjörðinn. Er ekki best að hún komi með mér þegar ég fer suður, spurði Oktavía og reyndi að láta Sigurð ekki verða varan við óróann í röddinni. Hver þá? Nú, hún Gróa. Oktavía hægði ferðina. Hvernig átti hún að koma orðum að þessu? Ég finnst að við ættum að leyfa henni að koma suður og búa hjá okkur. Sigurður horfði undrandi á hana. Það hafði aldrei farið neitt sérstaklega vel á með þeim ákonum. Oktavíu hafði alltaf þótt Gróa vera óttaleg skjáta, kærulaus og síflissandi. Ekki sambúðin bróður hennar hvað gáir snerti. Hvað áttu við? Sigurður vissi að það hlaut eitthvað að búa undir þessari skyndilegu góðmennsku hennar í garð Gróu. Hann stansaði og sleppti höndinar. Ekki getur hún verið ein með barnið, svaraði Oktavía hörkulega. Við megum ekki gleyma því að hann er líka sonur bróður míns. Við höfum líka ákveðna skyldur. Hvað áttu við, Oktavía mín? Oktavía horfði niður fyrir sig. Svo tók hún í sig kjark, leit upp og horfði ákveðin á Sigurð. Ég get veitt barninu miklu meiri menntun en hún, miklu betra uppeldi. Ég get pantað með bækur barnauppeldi frá Danmörku. Við getum veitt í allt það besta. En hvað með Gróu? Eins og ég segi, við getum búið henni að búa hjá okkur, að minnsta kosti til að byrja með. Svo þarf hún náttúrulega að finna sér einhverja vinnu. En hún getur auðvitað alltaf komið til okkar og hitt barnið. Ég held að það sé best að barnið búi hjá okkur og við ölum þau upp. Það er öllum fyrir bestu. Sigurður brosti og leitaði aftur eftir hönd konu sinnar. Já, þú hefur nokkuð til þín máls. Það getur verið að þetta sé okkur öllum fyrir bestu. Sigurður virti vangasvip Oktavíu fyrir sér. Þetta var rétt hjá henni. Þau höfðu ákveðnar skyldur. Sigurður brosti með sjálfum sér. Hann gat ekki neitað Oktavíu þetta. Barnið yrði henni huggun í sorginni sem fylgdi bróðumissinum. Ekki síður en í þeirri djúpu sorg sem hann deildi með henni vegna barnleysisins. Einhvern veginn svona sé ég þetta fyrir mér. Samtalið er uppspunni, aðstæðunar upp ákveðnu marki líka,
En þetta svo leið sem ég ákvað að fara fyrir nokkrum árum þegar ég settist niður og ákvað að reyna að skilja sögu ömmu minnar og miðla henni. Saga hennar mikilvæg og hún hefur ekki verið sögð áður. Föðuramma mín hét fullu nafni Gróa Sigfríð Tómasdóttir en var á fullorðinsárunum alltaf kölluð Sigfríð eða jafnvel Issi en það var nafn sem pabbi minn gaf henni. Sigfríð fæddist á Vestdalseyri við Seyðisfjörð þann 31. maí 1907. Hún missti móður sína þegar hún var 10 ára gömul og var á hrakhólum milli heimila allt frá því. Samkvæmt skilgreiningu Guðrúnar Kvaran á Vísindavefnum þýðir orðið ómagi barn sem komið er fyrir hjá öðrum til framfærslu. Samkvæmt þeirri skilgreiningu var amma mín ómagi. Pabbi hennar var sjómaður og hvorki hann né 2 eldri bræður ömmu treystu sér, vildu eða gátu séð hana og alið hann upp. Henni var því komið fyrir hjá vandalausum. Amma fermdist þó í skautbúningi eða kannski fékk hún hann bara lánaðan fyrir myndatökuna. Það sést kannski ekki á þessari mynd en amma var mjög lágvaxin, ekki meir en 150 cm. Ég hef tilhneigingu til að halda að það tengist eitthvað slæmum aðbúnaði í æsku. Amma vann fyrir sér frá barnsaldri og hlaut litla formlega menntun, var hamingjusamlega trúlofuð og nýböku móðir þegar hún missti unnusta sinn, þurfti að láta litla drengi sinn frá sér í fóstur, eignaðist annað barn 7 árum síðar með öðrum manni af allt annarri stétt, var einstæð móðir í Reykjavík, vann áratugum saman sem matráðskona í eldhúsi Landspítalans, ferðaðist til New York og Parísar og átti mögulega sín bestu ári í Kaupmannahöfn á 7. áratuginum, þar sem hún bjó hjá syni sínum og var loksins frjáls í einhverjum skilningi þess orðs. Það getur svolítið léleg gæð á myndunum en við látum okkur hafa það. Amma mín var mjög glaðlynd, hún hló smitandi hlátri og gerði óspart grín að sjálfur sér ef aðstæður urðu óbærilegar. Reykti Winston, drakk rauðvín og spilaði rommi, átti góðar vinkonur, bjó með einni þeirra árum saman og var heimsins besta og mjúkasta amma fannst mér þegar ég trítlaði yfir til hennar. Við tókum eina skák í eldhúsinu eftir ég hafði gætt mér á grjónagrautnum og svo skrapp ég fyrir hann út í búð, keypti mér mjólk og rauðan Winston og súkkulaði handa okkur báðum fyrir afganginn. Amma mín lifði vissulega mjög viðburðaríku lífi. Líf hennar var eins og líf allra, mótaði því samfélagi sem hún bjó í og tók þátt í að skapa. Líf hennar eða hún sjálf sem einstaklingur fellur samt ekki vel að staðalmynd alþýðukonunnar sem fæddist í byrjun 20. aldar. Hún var vissulega dugleg og átti erfið æsku eins og svo margir í þessu landi. Hún tókst á við erfiðleikana með hláturinn á vopni. Þannig sé ég það að minnsta kosti fyrir mér. En sorgin hvíldi á henni, ef sorgin hvíldi á henni þá fór hún vel með það, hleypti henni ekki út. Ég skreið stundum undir sæng hjá henni og bað henni að segja mér frá því hvernig allt hefði verið þegar hún var lítil. Fyrst sagði hún mér bara frá góðu hlutunum, staðalmyndum af leggja og skel og þess háttar. Einhvern tímann sagði hún mér frá berklaveiku móður sinni sem hún deildi rúmi með þar til móðurinn dó. Hún sagði mér líka frá góðu læknisfrúnni sem tók hann að sér fyrst eftir að mammina dó og hvað hún hefði upplifað mikla sorg þegar læknisfrúin dó líka. Hvað svo, spurði barni ég og hún sagði mér frá því hvernig hún fór á vergang 12 ára gömul og hvað fólki var vont við hana. Ofbeldi? Já, vissulega. Hverslags? Ég veit ekki en ég ímynda mér að það hafi verið vont. Einn daginn vildi hún ekki segja mér meira. Sagðist ekki ætla að tala um þetta aftur. Ég spurði á mikið, svo töluðum við ekki meir um það, þó ég held áfram að spyrja öðru hverju. Amma kynntist ástin á Seyðisfirði, 21 árs var hún trúlofuð og átti von á barni. Hann var, ef marka má sögur, efnilegur og myndalegur piltur úr Mjóafirði og þau áttu framtíðina fyrir sér. Þá kvað sorgin aftur dyra. Hann veiktist og dó og var mörgum harm dauði. Hann hét Einar Sigurðsson og hér mynda honum. Eins og algengt var á fyrri hluta 20. aldar var myndin sett í ramma sem skreyttur var með blúndum og plastblómum. Slíkt var þekktur siður bæði á Íslandi og víðast hvar á Vesturlöndum á 19. öld og sumstaðar fram á þá 20. Ekki síst þegar ungt fólk dó. Ef unga konu var að ræða var oft klipptur hárlokkur af líkinu og hann festur á ramman.
Búin var til umgjörð, stundum hálfgert altari, eða í það minnsta minningatafla minningu hins látna og henni fundin góður staður og heimili aðstandenda. Því miður hafi ekki varðveist marga myndir af Issi frá fyrstu 50 árunum sem hún lifði. Ég hef aðeins séð 4 ljósmyndir af henni sem teknar voru áður en hún varð 49 ára. Með grunar fermingamyndin sem ég sýndi ykkur áðan sé eina myndin sem tekin var af henni sem barni og unglingi. Ég hef einnig séð mynd af henni með Garðar nýfæddan, svo myndi tekin árið 1929 þegar Issi var 22 ára. Svo eru til 3 ljósmyndir af henni frá 4. áratugnum. Hér er ein þeirra. Hún tekin á Laugavatni, væntanlega árið 1937. Amma er lengst til vinstri í miðri röð, pabbi minn, tæplega 2 ára gamall, situr fyrir framan hana. Halldór Laxness er þarna líka. Ömmu þótti mjög vænt þessa mynd eða var kannski stolt af henni. Ég hóf hana fyrirlestur á að lesa frásögn sem á sér ekki stóð í veruleikunum aðra en þá að reyna að ná utan þær aðstæður sem mamma mín stóð frammi fyrir haustið 1930. Hún eignaðist Garðari litla í janúar árið 1929 en þá var Einar, barnsfaðir hennar, orðinn alvarlega veikur. Nokkrum mánuðum síðar var hún orðin einstæð móðir, ein í heiminum með lítið barn. En eins og í öllum góðum íslenskum sögum þá kom gott fólk inn í líf hennar. Oktavía Sigurðardóttir og Sigurður Baldvinsson. Hann var póstmeistari á Seyðisfirði og þau tóku Garðari litla að sér og Issi, sem þá hét ennþá Gróa Sigfríð, var með annan fótinn á heimilinu. Ári síðar fóruðu öll saman til Reykjavíkur. Garðari litli ólst upp við að kalla Oktavíu og Sigurð mömmu og pappa. Sigfríð kom oft á heimilið og fékk að umganga son sinn, ekki eins og móðir þó, heldur meira eins og frænka. Hún var enn ung, rétt rúmlega 20 og Sigurður hafði haft milligöngu að hún fékk starf sem ráðskona hjá Tryggva Þórhallssyni ráðherra. Hún var góður kokkur og hafði gaman af eldamennsku. Sigfríð eignaðist góða vinkonur á þessum tíma. Ein þeirra var Svanhvít Smith, hún var líka hjá ráðherranum og þær eruðu vinkonur fyrir lífstíð. Hér eru þær svona tæplega 50 árum síðar, þessi 50 árum eftir þær kynntust fyrst. Sumarið 1934 var uppgangur í síldinni. Sigfríð réði sig sem ráðskonu hjá velauðugum útgerðarmanni á Siglufirði, Ingvari Guðjónsinni. Þau höfðu kynnst í Reykjavík nokkru áður og með þeim tókst góð vinátta og ástir. Ingvar var fæddur árið 1888. Hann var því 19 árum eldri en amma. Hér er hann. Ingvar var marka má frásagnir ættingja og vina, bæði fjallmyndalegur og ríkur. Hann var sjálfur af fátæku fólki kominn og hafði byrjað að vinna sem unglingur á sjó, hafði í kraft eigin stugnaðar og útsjónasemi, eignast bát og síðan annan bát og svo fleiri og fleiri. Hann lét sig kjör alþýðuna varða og það var mér sannarlega gleðiefni að finna staðfestingu á því í heimildum. Í bókinni Brauðstrit og barátta úr sögu byggðar og verkalýðshreyfingar á Siglufirði segir frá því að Ingvar hafi borið hag verkafólks fyrir brjósti og barðist fyrir bættum kjörum þeirra í óþökkannara útgerðarmanna. Sumarið 1925 fóru til að mynda 3 verkakonur á fund hans í þeim tilgangi að fá henni lið með sér til að bæta hag söltunarkvenna. Þær vildu fá 85 aura fyrir tunnuna, segir svo frá. Ingvar, sem var háttvís maður, tók konunum með virtum, sagðist vita vel hvað fátækt væri og alls ekki geta neitað að samþykkja þessa kröfu. Síðan skrifaði hann undir. Ingvar var ekki alltaf vinsæll meðal annarra útgerðarmanna og var beinlínis kallaður vandræðabarn stéttarinnar. Ég er bara nokkuð stolt af afa mínum, vandræðabarni útgerðarmanna, en finnst leið dálítið leiðilegt að hafa aldrei hitt hann eða kynnst honum. Ingvar afa mínum eru gerð ágætt skil á síldarminjasafninu á Siglufirði og hér sjáu þið dætur mínar skoða mynd og muni úr hans eigu á síldarminjasafninu sumarið 2012. Árið 1934 þegar amma og afi kynntust átti Ingvar afi minn 7 börn með 7 konum. Pabbi minn varð 8. barnið og amma mín 8. konan. Hann á eins og gefur að skilja fjölda afkomenda. Pabbi minn fæddist á Landspítalanum í Reykjavík í júlí 1935. Hér sjáu þið mynd af pabba mínum og Garðari bróður hans.
Ég geri ráð fyrir að myndin sé tekin skömmu fyrir jólin 1935. Amma mín var þá 2 barna móðir, Garðar bjó enn hjá Oktavíu og Sigurði, en hvað varð ömmu og pappa? Amma var einstæð, fátæk móðir. Gat Ingvar hjálpað? Axlaði hann einhver ábyrgð? Eftir amma dó fann ég bréf sem Ingvar skrifaði henni sumarið 1935. Á degi dagbókarinnar árið 1998 afhenti ég bréfið og fleiri bréf úr safni ömmu minnar til varðveislu á Landsbókasafninu. Bréfið í lokuðum aðgangi fyrir aðra en afkomendur ömmu minnar fram til ársins 2058. Ég gat því miður ekki gefið mér tíma til að fara á Landsbókasafnið og finna bréfið fyrir þennan fyrirlestur en ég man aðalatriðin. Ég man að Ingvar kallaði hana Sigfríði sína og ég man að hann kvaddi hana með orðunum þinn vinur Ingvar. Ég man líka hann talaði litla drenginn sem þau ættu saman og hann vonaðist til að geta heimsótt þau fljótlega. Bréfið skrifað af vináttu og virðingu. Ingvar skrifaði líka góðmennsku Sigurðar og Oktavíu sem hefðu boðist til að taka þau bæði, Sigfríði og litla drenginn á heimili sitt. Og þannig var það. Amma mín flutti með litla lausaleiksbarni sitt á heimili Oktavíu og Sigurðar þar sem sonur hennar bjó og kallaði Oktavíu og Sigurð mömmu og pappa. Hvernig staða var þetta? Hvernig tók samfélagið þessu og hvaða tilfinningar kölluðu viðbrögð samfélagsins fram hjá ömmu minni og öðrum? Í þeirri sögu sem alltaf hefur verið sögð voru Oktavíu og Sigurður góða fólkið og amma óþekka stelpan. Vissulega var fallegt að þeim að taka ömmu og pappa inn á heimili sitt, en því má ekki heldur gleyma að án ömmu hefði Oktavíu ekki eignast Garðar. Hún hefði verið barnslaus. Það var ekkert leyndarmál og Oktavíu vildi í upphafi ekki fá lausaleiksbarnið inn á heimilið, en Sigurður Baldvinsson stóð fast á sínu og krafðist þess að bæði Sigfríð og litli drengurinn flyttu til þeirra. Pabbi minn ólst upp á heimilið þeirra í mjög góðu atlæti og Sigurður tók honum fagnandi. Veitt honum bæði gott uppeldi og mikla ást. Oktavíu lagði sig með tímanum fram að veitt honum aðhald og uppbyggilega fræðslu og Sigfríð mammans gaf honum ást og hlýju. Það er að segja þegar hún var ekki að vinna, því eftir þetta fór hún að vinna á Landspítalunum. Sigfríð var aðstoða matráðskona á Landspítalunum í meira en 20 ár og sá jafnframt öll innkaup fyrir eldhús spítalans. Þetta var erfið vinna, oft þurfti amma að vakna klukkan 5 að morgni til að undirbúa mat fyrir daginn, því að á þessum tíma var allt hráefni í eldhúsi spítalans unnið frá grunni. En amma talaði engu að síður oft þetta sem góða tíma. Hún eignaðist góða vinkonur á spítalunum og hæfileikar hennar nutu sín, hvort sem var í matreiðslu eða við að skipuleggja innkaupin og hlaut hún virðingu og hrós fyrir hjá samstarfsfólki. Pabbi var að sjálfsögðu skírður Einar Sigurður, annars vegar í höfuðið á Einari, föður Garðars og bróður Oktavíu, og hins vegar í höfuðið á Sigurði Baldvinssyni. Rétt eins og amma mín átti pabbi minn eitt nafn sem tilheyrði barnæskunni og annað fullorðinsárunum. Hann var kallaður Einar í skóla, en Siggi litlu á heimilinu og fór að nota nafnið Sigurður nær eingöngu á fullorðinsárum og kannski strax eftir að Sigurður Baldvinsson dó árið 1952. Það reyndist ungum dreng hins vegar erfitt að segja Sigfríð og Oktavíu og þegar pabbi fór að tala kallaði hann mömmu sín og Oktavíu aldrei neitt annað en Issi og Æju og þau nöfn áttu eftir að festast við þær. Sigurður Baldvinsson var einstakur maður, hefur pabbi minn sagt mér. Hann átti 2 börn fyrir þegar hann kynntist Oktavíu en allt bendi til þess, þó að það hafi að sjálfsögðu aldrei verið talað það, að hún hafi ekki getað eignast barn. Hún fékk þó Garðar og ól hann upp sem sitt eigið barn og smá saman tókst pappa, sem virðist hafi verið mjög brosmilt og glaðlynt barn, að vinna hug hennar líka. En ég veit ekki með hjartað. Oktavíu var alltaf dálítið kuldaleg í samskiptum við börn, en hún var klár og mjög vel lesin, það fór ekki fram hjá neinum, ekki heldur börnum. Hún og amma Issi átti eftir að verða ansi góðu dúett þegar framliðu stundir, yin og yang, hugur og hjarta, skynsemi og innsæi. En ég ætla að tala örlítið Sigurð Baldvinsson. Í síðustu viku þegar ég var að gramsa í gömlum kassa fann ég bréf sem hann skrifaði pappa mínum í ágúst 1947. Pappi var þá 12 ára gamall í sveit í Tungu í Fljótshlíð. Sigurður skrifar: Sæll og blessaður, góði vinurinn. Og svo segir hann fréttir af veðrinu, ferðalagi Suðurland og bílnum sem hann hefur verið að mála og dytta að. Hann talar líka gróðurinn. Blómunum og trjánum í garðinum líður illa í storminum og rigningunni, en eru þó lifandi.
Kannski fékk pabbi garðyrkju áhugann frá Sigurði, ég hef alveg gleymt að spyrja hana því. En það sem ég þykir athyglisverðast að sjá og lesa í þessu bréfi eru lokaorðin. Vertu blessaður og sæll, pabba vinurinn, og komdu heim þegar ykkur finnst tími til komin, því alltaf ertu velkomin heim. Þinn pabbi S. Baldvinsson. Mér hlýnar hjartarætur þegar ég les þetta. Pabbi minn átti þá eftir allt saman alvöru pappa og það var Sigurður. Ekki Ingvar sem kom öðru hverju á fína bílnu sínum eftir að síldin fór aftur að láta sjá sig. Flautaði og bauð pabba í bíltúr bæinn og gaf honum sælgæti. Nei, pabba átti pabba sem lét sér raunverulega andumann og tók þátt í lífi hans frá degi til dags. Og þessi pabbi var ekkert skyldur honum. Þeir voru hins vegar félagar og vinir í þessu kvennaríki sem smá saman tók völdin á heimilinu eftir því sem tíminn leið. Garðar fóru heiman og þær Octavía og Sigfríð urðu sífellt betri vinkonur. Sigurður dó árið 1952 og var þeim öllum mikill harmdauði, ekki síst pabba mínum sem þá var 17 ára. Hér sjáu þið fjölskylduna nokkrum árum fyrir andlát Sigurður. Þessi mynd tekin á fermingardag pabba. Hann situr á milli mömmu sinnar og Octavíu í sófanum, Garðar situr á milli Octavíu og Sigurðar. Pabbi minn ólst upp í nokkuð óhefðbundinu fjölskyldu með flókin stjúptengsl og marka má þó fyrirlestra sem haldnir hafa verið hér í fyrirlestraröðinni marga myndir ömmu, þá var það ekkert einsdæmi. Stjúptengsl og flóknar fjölskyldugerðir virðast hafa verið algengari en okkur hefur verið kennt að halda. Þannig að já, mín ályktun svo að fjölskyldugerðir í fortíðinni hafa verið ýmsum toga og mjög áhugavert rannsóknarefni, finnst mér. Ekki veit ég hversu langt ég á að fara í að rekja sögu ömmu hér, en eitt verði ég þó að nefna. Árið 1943, þegar pabbi minn var 8 ára og amma mín 36 ára, þá dó Ingvar afi minn. Hann skildi eftir sig nokkur auðæfi. Litli drengurinn og Eiríksgötunni, lausaleiksbarnið, fékk arf og valdahlutföllin á heimilinu breyttust á svipstundu. Pabbi og amma voru ekki lengur háð Octavíu og Sigurði á sama hátt og áður. En vinskapurinn var orðið mikill og þau 5, pabbi, Garðar, amma, Octavíu og Sigurður voru ein fjölskylda. Hér mynd af pabba mínum og unglingsárunum á heimili fjölskyldunar. Eitt af því sem ég finnst áhugavert við þessa mynd ljósmyndin af Ingvari afa mínum ofan á píanónu á besta stað í stofunni. Fyrir arfinn sem pabbi fékk frá Ingvari var keypt stærri íbúð við Flókagötu 15 og þangað fluttu þau öll og bjuggu sér framtíðar heimili. Í næsta húsi bjuggu Jón Engilberts og Tófi og á hæðinni fyrir neðan bjó Hjaltalín fjölskyldan. Með þessum 3 fjölskyldum tókst mikil vinátta og pabbi varð heimagangur á öllum heimilum. Með tímunum þurfti amma ekki að vinna jafn mikið og áður og gat farið að njóta lífsins í auknum mæli, njóta menningar og náttúru og ferðast. Á myndinni til hægri sjáu þið ömmu fyrir miðju, væntanlega á leið í Evrópureisu með pabba og Octavíu. Með þeim 3 á myndinu eru Garðar og Margrét, kona hans sem bæði eru nú látin, og Sigurður sonur þeirra. Sigurður var mikið óskabarn þeirra allra. Hann var alltaf kallaður Siggi litli í æsku en var síðan þekktur sem Sigurður Bjóla. Við 2, ég og Siggi, erum einu barnabörnin sem mamma mín eignaðist. Fyrir utan hálfbróður minn sem var bónus barnabarn ömmu þegar mamma mín og pabbi kynntust. Fjósakonur fara út í heim, kölluðu pabba og mamma þessa mynd gjarnan og hlógu svo ógulega. Þannig eru amma mín og Octavía með pabba í Mónakó árið 1956. Ég finnst alltaf jafn dásalegt að skoða þessa mynd og hugsa það hvað amma mín átti þetta sannarlega skilið. Að fá að sitja á fínu kaffihúsi í Monte Carlo og leika hlutverk evrópsku menntakonunnar. Þessi mynd svo langt frá þeim veruleika sem hún ólst uppið sem ómagi á Seyðisfirði í byrjun aldarinnar. Hér má sjóðu pabbabreið og leiki tífóli í Kaupmannahöfn en þau 2 bjuggu saman í borginni við sundin í nokkur ár þar sem pabbi var stöðvarstjóri hjá loftleiðum. Octavía kom líka og bjó með þeim tíma. Bæði Sigfríð og Octavía töluðu ágæta dönsku og lásu einnig töluvert á dönsku, þó mest dönsku vikublöðin Hjemmet og Family Journal. En Octavía var jafnframt sjálf lærð í ensku og gat vel bjargað sér á því tungumáli. Hér er svo önnu mynd af þeim Issi og Æju, væntanlega tekin árið 1981, stuttu áður en Octavía dó. Mér langar aðeins í lokin að tala þess þeirra einstaka samband. Octavía var ekki síður merkileg kona en Sigfríð,
Mikil hugsjónakona og metnaðarfull en dálítið hvöss líka. Kannski pínu bitur, kannski pínu leið yfir því að hafa aldrei eignast barn og kannski ekki síður bitur yfir því að hafa aldrei fengið að ganga menntaveginn. Hún hafði ríka menntunarþrá og það var þeim báðum mikið metnaðarmál að ég gengi menntaveginn, yrði stúdent og færi jafnvel í háskóla þegar framliðu stundir. Ég hugsa að amma mín yrði mjög kímin ef því að ég væri inn í Háskóla Íslands að flytja fyrirlestur yfir manna. En nú það. Óttavíu og Sigfríð voru mjög ólíkar og samband þeirra var án efa stundum stormasamt. Pabbi vill meina Issi hafi verið dálítið skapstór þó að ég hef aldrei fengið að kynnast því. Kannski var hún meir með aldrinum. En í allri þessari umræðu ólíkar fjölskyldugerðir finnst mér mjög gaman að segja frá því að ég var orðin nokkuð gömul, kannski 6-7 ára, þegar ég áttaði mig á því að þær tvær, Issi og Æja, sem oft voru bara kallaðar ömmunar, gæti raun og veru ekki báðar verið raunverulegar ömmu mínar. Önnur þeirra hlaut að vera meiri amma mín en hin. Þetta var mér mikið áfall, en það sem slær mig núna svo staðreynd að þegar ég var lítil var aldrei talað þetta, hvorki heima hjá mér eða heima hjá þeim. Þær voru bara ömmunar og það skipti ekki máli þegar hér var komið sögu í þessari fjölskyldu, hvor var raunveruleg amma mín og hvor ekki. Þær gengu báðir inn í ömmuhlutverkið, hvor með sínum hætti. Issi og Æja bjuggu saman og héldu heimilis saman í næstum 50 ár eða þar til Oktavía lést. Einu sinni þegar ég var unglingur var ég spurð að því hvort þær hefðu verið lesbíur. Það mér aldrei dottið í hug. Og ég get fullyrt að svo var ekki. En ég get vel skilið að mörgum þykja þetta sérstakt. Það er ekki sjálfgefið að tvær konur sem örlögin leiddu saman með þeim hætti sem hér hefur verið lýst verði jafn nánar vinkonur og félagar og raunin varð. Í raun má segja að þær tvær hafi verið eins og systur, ólíkar systur en samrýmdar, yin og yang. Og það voru mikil forréttindi að fá að alast upp í nánu samneyti við þessar tvær lífsreyndu konur. Það bjuggu í næsta húsi við mig í meir 20 ár og nærði því á hverjum degi alla mína æsku, úlingsár, trítlaði ég við til þeirra bara til að fá að heilsu upp á þær, spjalla og taka eins og einn manna eða eina skák eða bara til að fá súkkulaðimóla og smá hvíld frá lífinu utan kjallargluggans. Oktavía lést í ágúst árið 1982, Sigfríð þann 23. október árið 1995 og þann dag varð ég fullorðin. Nú stend ég hér næstum 20 árum síðar og segi ykkur sögu hennar. Sögu sem ekki hefur verið sögð alltof oft og í einhverju skilningi ekki til nema kannski í huga mínum, pappa míns og Sigga frænda, en við þrjú erum einu afkomendur hennar á lífi fyrir utan dætur mínar 3 sem fæddust eftir að amma Issi dó og eiga því engar minningar hana. Örn, hálfbróðir minn og mamma mín eiga auðvitað líka góða minningar hana og í þeim skilningi eftirlifendur og arftakar minningana ekki síður en við. En það eins og þeim fari sífellt fækkandi sem muna hana og bera sögu hennar áfram. Allir gömlu vininir eru látnir og margir ættingjarnir líka. Mér finnst ég bera nokkuð mikla ábyrgð því að það ekki margir sem muna eftir ömmu minni og væntanlega ég svo eina sem finn þessa þörf fyrir að segja sögu hennar. Kannski það vegna þess að ég sagfræðingur, kannski það vegna þess að ég var hjá henni þegar hún dó, hélt utan hana og hvíslaði í eyra hennar. Þetta verður allt í lagi, þó ég hafi auðvitað ekki haft neina forsendur til að lofa neinu það. Ólíkt frægum konum og vel menntuðum sem settu spor sín á söguna eða héldu dagbók á borgaralegu heimili í Kaupstað við sjóinn, þá skildi amma mín ekki eftir sig miklar heimildir. Í það minnst ekki skriflegar. Ég hef ekki fundið eitt bréf sem hún hefur skrifað, hvað þá dagbók, og á hann minnst í fáum öðrum opinberum gögnum en þjóðskrá. Einu áþreifanlegu ummerkin sem ég hef fundið æsku ömmu minnar þetta póstkort af rafstöðin á Seyðisfirði sem þið sjáið hér. Aftan á kortið stendur skrifað Bjarmalandi 21.12.1921 Gleðileg jól frá Balda. Og utan á skriftin Ungfrú Gróa S. Tómasdóttir, rafstöðinni á Seyðisfirði. Eins og ég sagði áðan virðist aðeins hafi verið tekin ein mynd af ömmu fyrstu 22 ár hennar. Það fermingamyndin sem þið sjáið hér. Hún tekin, það merkis ár 1915 þegar konur fengu kosningarétt. Amma lagði mikið upp úr kosningaréttinum, bar mikla virðingu fyrir lýðræðinu, fór ætíð spariklædd á kjörstað og lét aldrei uppi hvað hún kaus. Allir eiga sér fortíð. Allir hafa verið hluti af samfélaginu sem þeir lifðu í, voru mótaðir af og tóku þátt í að móta.
Allir hafa með öðrum orðum verið hluti af sögunni, samt það svo að ekki allir eiga sér sögu eða hafa verið skrifaðar inn í söguna. Það þó mín sannfæring allir eigi tilkall til sögunar. Allir eiga rétt á því að vera skrifaðar inn í söguna. Og það sem meira við þurfum á sögum hinna sögulausu að halda. Við þurfum að gefa þeim rödd sem ekki hafa átt rödd í sögunni. Titill þessa fyrirlestrar míns í dag tilkall til fortíðar, saga fyrir konu sem ekki átti sögu. Hvers vegna þessi titill? Jú, vegna þess að ég hér að gera ákveðið tilkall til fortíðarinnar. Ég að fara fram á að fá að segja sögu ömmu minnar, gera hana minni sögu. Saga mín hófst ekki þegar ég fæddist árið 1973, hún hófst miklu fyrr með öllum þeim minningum sem ég hef tekið í arf frá fólki eins og ömmu Issi og móðurömmu minni Ingeborg sem lést á síðasta ári, hélt dagbók í næstu því 60 ár og ég geti haldið allt annan og allt öðruvísi fyrirlestur Minningar þeirra, sagan sem þær hafa sagt mér af lífi sínu, segja mér hvaðan ég kem og hver ég í dag og eru þannig hluti af sjálfsmynd minni. Saga þeirra þess vegna líka sagan mín. En samt snýst þetta ekki mig. Mér þykir mikilvægt að segja sögu ömmu minnar, Sigfríðar Tómasdóttur, konu sem átti sér í raun enga sögu og setja henni í samhengi við það samfélag sem hún var hluti af og átti, ásamt öllum öðrum, þátti að breyta. Hún var útivinnandi, einstæð móðir, sjálfstæð og ákveðin, að jafnframt lífsglöð og hjartahlý. Hún var baráttukona á sinn hægláta hátt. Ég horfi á þessa ljósmynd af ömmu minni og held áfram að fálminni fortíðina í leita því lífi sem hún eitt sinn lifði. Mér langar að halda áfram að segja sögunar, en eins og ég hef talað hér, þá get ég ekki skrifað sögunar með því að styðjast við heimildir og hreinar staðreyndir. Það þó ósköp þunn saga og ekki hana. Saga ömmu minnar býr fyrst og fremst í minningunum og minningarnar byggja á persónulegum frásögnum sem eru, hvort sem okkur líkar betur eða verð, samofnar skáldskapnum, draumunum og ímyndunaraflinu. En það ekki þar með sagt að þær séu ekki sannar. Sannleikurinn býr ekki síður í þeim texta sem verður til þegar raunveruleiki og ímyndunarafl mætast, en í texta sem snittur öllu ímyndunarafli en heldur sig við upptalningu og staðreyndir. Ég hef reynt að skrifa skáldsögu byggð á ævi ömmu minnar og ég las upp einn kafla úr þeirri sögu hér í upphafi, en mér finnst það ekki hafa gengið nægilega vel, ég ekki ánægð með textann, mér finnst hann ekki góður og mér finnst hann ekki ná fyllilega utan það sem ég vil segja. Ég farin að hallast að því að svari sé ekki að finna í skáldskapnum, heldur í því að samt finna skáldskap og fræði. Saga ömmu minnar verður því ekki aðeins saga konu, hefðbundin skáldæfisaga, heldur saga sem fjallar jafnframt og ekki síður möguleika og ómöguleika þess að segja sögu annara, en jafnframt nauðsyn þess. Hún verður þannig ekki aðeins saga fortíðina, heldur líka saga það hvernig saga verður til. Já, takk fyrir.